allir þessir stórsigrar hægri sinns núna að undanförnu. Þetta jarðskjálfta umbrota tímar sem eiga sér stað. Ég tek alveg undir að þessi hræðilegir atburðir að gerast á Gaza en ég sé ekki hvernig ástandið batnar við það að ég fari eitthvað út að öskra yfir því. Stjórnmálastéttin eða elítan og fjölmiðlarnir í þessum löndum eru að missa tenginguna við fólkið. Ég veit að þetta hljómar eins og eitthvað svona brjálu paranoia, eitthvað svona takeover kenningar. Replacement theory. En þú veist, horfðu bara á tölurnar. Þetta bara staðreynd. Eins og þú nefnir að sem miður auðvitað, að núna kannski hreinlega bara ekki tekið mark á ásökunum. Og þær geta verið réttmætar ásakanir. Það eru til alvöru brotamenn og það eru til raunverulegir þolendur kynferðisbrota. Svo kallaði baráttukonu Eddu Falag sem að fór mikinn á þessum tíma að hún ég postaði andlitsmyndum af þessum frægu einstaklingum og eitthvað á þá leið og ég held áfram og það bætist meir og meir í sarpinn það var svona headhunter listi sem að hún stærði sig af. Sér þú fyrir að fara í stjórnmál? Þá erum við bara byrjaðir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara ljómandi gott, þakka fyrir, en þú sjálfur? Já, það þýðir ekkert annað. Bara sumar og létt yfir mönnum. Já, sumar og létt yfir mönnum. Áhugaverðir tímar líka. Já, heldur betur. Hvað stendur upp úr hjá þér? Hvað finnst þér, þú ert að fjalla hinn ýmsu mál á broadcast, svo við plöggum því nú bara strax. Allir að fá sér áskrift, broadcast.is, þar sem þið getur fengið hellingsefni frá hinnum ýmsu aðilum. Fullt af þáttum á einu verði og bara veisla fyrir eyrað og augað. Veisla fyrir eyrað og augað, nákvæmlega. Að gera nástýri áskrift, vera með. Hvað svona áhugaverðasta sem að gerast í dag að þínu mati? Mér finnst klárlega áhugaverðasta sem að gerast í dag er þróunin í Evrópu núna undir það síðasta. Það fjölmiðlar segja okkur mikið frá því að öfga hægri flokkar sé að taka völdin alls þar. Það sé einhvers konar uppreisn öfga hægri sinns og það eru þetta staðreynd að ef þú hefur sagt af mig einhvern tímann fyrir 10-15 árum síðan að Le Pen myndi vinna stórsigur í Frakklandi, Geert Wilders myndi taka yfir stjórnmál í Hollandi, austuríski frelsisflokkurinn í Austuríki og allir þessir stórsigrar hægri sinns núna að undanförnu. Þetta er jarðskjálfta umbrota tímar sem eiga sér stað og það er sérstakt hvernig talað þetta sem einhvers konar neikvætt öfga tímabil. En að baki eru þetta milljónir kjósenda sem að velja þetta og ólýðræðislegir kjósendur. Já, og þetta segir okkur bara í raun og veru að stjórnmálastéttin eða elítan og fjölmiðlarnir í þessum löndum eru að missa tenginguna við fólkið. Þetta eru þessir stjórnmálamenn sem að þar hafa verið við völd láta eins og þeir séu að vinna fyrir fólkið en kjósendur upplifa það ekki þannig og eru þess að greiða atkvæði með þessum hætti og það er eitthvað mikið að gerast og verður sérstaklega spennandi að fylgjast með hvernig þetta þróast á næstu misserum. Já, ég eiginlega bara sammála öllu þessu og mér hefur fundist ég vera öskra í tómið þegar maður að reyna að ræða þessa hluti. Ég var á samstöðin hjá Gunnarismára með ágætu fólki þar og þar var ég að segja bara að það var mjög varhugaverð teikn og til dæmis bara eins og með múslima í Bretlandi að þeir væru ekki kannski endilega jafn hliðhollir sömu gildum og við myndum telja að væri æskileg og fleira þar fram til göttunum og þá var ég bara það var einn stelpa sem stóð upp eftir viðtalið horfði á mig og pírði augun og sagði útlendingar eru bara hættulegir, right? Já, ég mitt. Og þú veist, þetta er stelpa náttúrulega sem að vinnur hjá RÚV og er náttúrulega á vinnustað þar sem er engir útlendingar og ég er að díla við útlendinga allan daginn til þess í hnefaleikunum og jafnvel víðar og maður ég var að tala við Brynjar Karl svo ég setja hans í samhengi
og þar vorum við að tala sko, hvernig það að vera þjálfa til þess útlendinga og vera að fá allskyns krakka, maður fara að vandra að gemsa til sín og fleira þannig, og þetta sko svo ótrúlega flókið að vera að díla við þessi mál einhvern veginn svona hands on. Svo einmitt bara svona fólk á svona hinum ýmsum sviðum eins og RÚV og í svona alls konar stofnunum sem ekkert að díla við þetta, og það var svo áhugavert þar sem Brynjar Karl sagði við mig. Hann sagði sko alltaf þetta VG-lið og Píratar og allt það fólk sem að segjast að það sé bara frábært, að við séum bara í fjölmenningunni og allt bara í geggjuðu formi og allir svo ánægðir og það engri snertingu við þetta. Engri snertingu. Og hann sagði bara þau koma aldrei til mín eins og í Austurbergið í Efra Breiðholtið til þess að sjá hvað við erum að gera til þess. Og þetta snýst ekkert þessi vandamál. Þetta fullkomin sýndarmennska og auðvitað fyrirfram hugsa þau að það sé eina rétta afstæðan að vera góðmennska út í gegn og allir séu velkomnir og það í grunninn ég sammála að við höfum að vera velkomið samfélag og opna faðminn og hjálpa fólki og svo framvegis. En það ákveðin þróun sem að við hreinlega getum ekki nákvæmlega vita sko hvert leiður okkur þegar þetta snýst náttúrulega á engan hátt kynþætti eða á húðlit. Við erum að tala eins og þú nefnir sko ólíkar gildi og viðmið. Já, lífssýn, viðmið, gildi, menning, heimspeki sem að rosalega vanmetið hver áhrifin verða ef að sko hlutföll byrja sko að breytast verulega í þessum Evrópuríkjum sem að sko við höfum alveg dæmi, það eru margir bæir í Bretlandi þar sem að sko þetta komið yfir 50% sko, og það alltaf lítið gert úr því að bara þú tekur mannesku sem fædd á 7. áratugnum eða eins og systir mín, þetta ekkert svo langt síðan sko, fæddur 1967 eða eitthvað í bæ í Bretlandi og spólar áfram til 2024 að þá það allt annað umhverfi í gangi. Það búið að umturna algjörlega lífi þessara bæjarbúa sem að þar búa. Það enga veginn líka þessu saman og þetta og það eru breytingar sem hafa komið til án þess að nokkur maður hefur verið spurður. Það eins og við vitum að við sko, og það rosa vanmetið að við erum með okkar þjóðskipulag byggt á ákveðnum gildum og að mörgu leyti það sótt í kristna heimspeki sem að ég til að mynda hef alltaf og talaði lengi það að þetta væri algjörlega ofmetið og kristni hefur ekki leitt neitt gott af sér og var bara mjög þakklátur fyrir það sem að þaðan hefur komið en það eru sko svona klassískar hugmyndir eins og þú veist bara sáið syndlaus kastið fyrst í steinunum, dæmið ekki og þér mun ekki dæmdir verða, þú veist sem að sko þú veist þessi miskunn og allt þetta og fyrirgefningin sem að, eins og ég segi, þegar ég var sem grimmastur í mínu trúleysi þá fannst mér lítið til þessara hugmynda koma og sagði bara þetta allt komið frá manninum, þetta ekki komið frá kristni en það staðreynd að í öðrum menningarheimum sem að önnur trúarbrögð hafa mótað samfélagið að þá nálgunin á þessa hluti bara allt önnur og þetta bara brot af því sem ég gæti nefnt sem að hefur áhrif á hvernig samfélagið hegðar sér, hugsar og athafnar sig. Þannig að þegar að fólksfjölgun verður með þeim hætti að eins og við höfum séð að innfæddir Evrópubúar eru hreinlega ekki að fjölga sér. Það er bara fækkun af því að þau eignast færri börn heldur en sem sagt forfeður og á sama tíma eru innfluttir aðilar úr öðrum menningarheimum að fjölga sér mjög hratt. Þetta, ég veit að þetta hljómar sko eins og eitthvað svona brjálu paranoia, eitthvað svona takeover kenningar en replacement theory. En þú veist, horfðu bara á tölurnar. Þetta bara staðreynd og þetta nú þegar búið að gerast í ákveðnum bæjum í Bretlandi og Hollandi og víðar
þannig að það er ekki hægt að loka augunum fyrir þessu. Þetta er þróunin og ef að haldið verður áfram með sama hætti að þá mun hún bara magnast. Og það er það sem að kjósendur í Evrópu eru núna farnir að vakna upp við og eru þess að kjósa það sem að fjölmiðlar kalla öfgahægri öfl, en öfgahægri er auðvitað hugtak sem að missir alla merkingu þegar að þetta er orðið viðtekin skoðun og þegar fjöldin er á þessari línu að þá er þetta ekki öfga lengur, þá er þetta bara, verður þetta meginströmmur og þetta er alltaf ódýrt að stimpla þetta með einhverjum svona öfgahægri stimplum. Já, ég er nefnilega búin að vera sko einmitt að íhuga þetta og sko það sem að ég var einmitt að ræða í þessum þættir sem ég var að nefna í samstöðunni, sko hvernig finnum við mjúka lendingu á þeirri þróun sem er að gerast og eins og varst að nefna hann bara, þú veist, Geert Wilders, Meloni, Le Pen, allir þessir aðilar voru náttúrulega bara stimplaði sem bara einhver hættulega öfl fyrir ekki svo löngu en núna eru öllum þessum kjósendum búin að snúast hugur allavega einhverju leiti og farin að hugsa bara, já, heyrðu, við þurfum bara að gera eitthvað í þessu og ef enginn ætlar að gera eitthvað í þessu þá bara kýs ég þá mannesku sem gengur hvað harðast fram og ég er alltaf svona íhuga hérna á Íslandi þá erum við svona tiltölulega laus við þetta. Ég meina Sigmundur Davíð er ekki eins og Geert Wilders sem tala fyrir því að bara loka moskum og koma öllum úr landi sem að hérna sameinast ekki okkar gildum. En við erum ekki komið þangað ennþá. Nei, og það var einmitt það sem ég var að segja, sko, hvernig komist ég hjá því að þessi þróun muni koma til mig í þessi stað hérna. Ég er bara farin að verða mjög, hvað ég að segja, ég er farin að missa trú á því að við einhvern veginn getum tekist á við þetta áður en að sú þróun komi hingað út af því að þegar maður bara nefnir mjög bara svona eiginlega blæbrigða mun eins og þú varst að nefna núna bara svona, þeir eru tölunar, þú veist, eru við kannski að skoða þetta það var það bara, nei, það er útlendingahatari ég meina, hvað er að tala það snýst ekki kynþátt, það snýst viðmið og gildi og það er annað sem ég langar að líka nefna í þessu Ég ætla að þetta áfram, ég held að þessi rétt hjá þér að sko það eru litlar vonir til þess að það veri hægt að koma í veg fyrir eitthvað svona. Það er bara, þú veist, þróunin er alltaf þannig að við verðum alltaf að brenna okkur sjálf og það er auðvitað ennþá tiltölulega langt í að þetta verði með svipuðum hætti eins og það er í Hollandi og Bretlandi núna hjá okkur og Íslandi en tiltölulega langt segi þá er bara, þú veist, kannski 15 ár eða eitthvað svoleiðis sem okkur finnst langt núna en ef þú spólar 100 ár fram í tíman þá eru 15 ár af því bara mjög stuttur tími og þannig að við erum að fara sofandi að sigla inn í þetta er ég alveg vissum og það er fátt sem að getur breytt í en nema auðvitað að verða einhver svona skynsum þróun í Evrópu sem að við ákveðum að fylgja en ég ber ekki mikla vonir að við séum að fara að fá einhverjar heilbriðar, góðar skyndi lausnir þar. Nei, en svo líka er sko bara ein spurning sem maður þarf að spyrja sig út af því að mann sko núna sérstaklega kringu svona 2012 til 2016-17 var rosalega mikið talað bara heyrðu, bara hérna við getum þetta bara hérna Angela Merkel Ein spurning sem maður var alveg gleymt að spyrja sko, því að það var alltaf sagt undir þeim formerkjum að við hefðum það svo gott það var svona eiginlega svona shaming líka svona, þetta er svona einhver svona fræðistofnunni sem er hérna, hvítir karlmenn þú veist, hvítir karlmenn alltaf hugtak sem er bara núna, þú veist, manneskjan er búin að fyrirgera réttir sínum til þess að vera tekin alvarlega þegar hún notar þetta hugtak en það var alltaf sagt sko ég meina við höfum það svo gott, við erum svo rík, við höfum það svo gott, við getum þetta út af því að það er svo mikið allsnægtar hérna samfélag og ein spurning sem við einfalda var bara glemt að spyrja, sko, af hverju höfum við það svona gott? Hver er undirstöðuna sem liggja baki því að við höfum það gott og hvernig höldum við í þau gildi sem bjuggu til það velmeðun á samfélag út af því að þeir sem að koma undan okkur bjuggu ekki við slíkar allsnægtir sem að við gerum Það er svona sko risastór spurning sem við þurfum að spyrja okkur bara hvernig komumst við á þennan stað og af hverju erum við á þessum stað í staðar að segja bara við erum á þessum stað og þar alvegandi skilur við fortíðin er bara eitthvað blank og núna er bara framtíðin eitthvað áframhald Já, og nákvæmlega eins og þú segir við erum á þessum stað sem við erum af því að við byggjum á ákveðnum gildum og upplýsingunni og réttaríkinu og mannréttinda sáttmálum og svo framvegis sem eru allt hugmyndir sem eru annarkvort einskins metnar eða sem sagt fyrirlitnar af dead white men já, og það er akkurat og það eru öfl á meðal okkar sko, í okkar
í pólitísku elementunum og sérstaklega vinstri megin sem að vilja helst að við skömmumst okkar fyrir fortíðina og þá menn sem að skópu þær hugmyndir og þau gildi sem við lifum eftir í dag. Þannig að það er svona sækir verulega að þessu og sko líkur á að þetta einhvern veginn vatnist allt saman út ef við höfum ekki sko bara hugan við þetta á næstunni og stjórnmálamenn vakni. Ég alveg samfærður það. Já, svo líka bara sko því þú náttúrulega, þegar maður hlustaði náttúrulega alltaf á því Harmageddon áður fyrir þegar þú varst hjá 365 eða síni eða hvað sem þetta og allt. Sko, það er annað líka í þessu, því þegar maður var að hlusta á þig, þú fékkst svona alls konar fólk sem var með alls konar hugmyndir og þau færðu fram einhverja svona röksemdafærslu sem var allt byggt á sko fræðum og allt vísindalega sannað, einhverja svona hugmyndir nákvæmlega hvernig samfélagsleg gerð og félagsleg gerð yrði mótuð. Það var allt sko vísindi bak við þeirra og það er út af því að hvítir karlmenn gerðu þetta og það er alveg út af því að karlar eru svo vondir við konur og þá er þetta lausnin og maður var svona á afturlöpunum aðeins svona já, er sem ekki önnur hlið á þessum pening, er ekki eitthvað sem við þurfum að skoða, skilur, er þetta virkilega svona einfalt eins og þú ert að lýsa þessu og ég er búin að vera mikið í þessu líka það sem bara, þú veist, þegar að tala við fólk hatursorðræðu sem bara hefur ekki hugmynd það hvernig þróun tjáningafrelsisins hefur verið í gegnum tíðina og hvernig þetta hefur allt mótast og hvað hafði áhrif og hvaða stríð í rauninni voru háð undir þeim formerkjum að fólk myndi hafa tjáningafrelsi og fleira það framöndu göttunum og þetta er fólk sem kynni sér ekkert söguna leggur ekkert kapp í það að reyna að sko skilja fyrirliggjandi gögn undir ákvaða sko forsendum við byggjum okkar nútíma samfélag en samt hefur maður einhvern veginn þurft að sko vera einhvern veginn á afturlöpunum eitthvað, já, en vil nú ekki vera rasisti eða ég vil ekki vera kvenfyrirlitningu en er samt ekki líka hægt að skoða þetta samt að maður er búin að kynna sér þetta miklu betur maður er miklu meiri tengslum við útlendingar dagstaglega en samt einhvern veginn er maður alltaf að hlusta á eitthvað fólk sem hefur ekki hundsvitaði, hefur engin tengsl við útlendinga á Íslandi en segist verið í forsvari fyrir þá. Það er auðvitað búið að vera mikill ótti við svokölluðu rétttrúnaðaröfl og rétttrúnaðar hugmyndir sem að hafa einhvern veginn gripið bara völdin með í raun og veru ofbeldis hótunum og þú veist, það eru yfir svífandi hótanir að þú verður útskúfaður úr samfélaginu eða þú tjáið þig með ákveðnum hætti og þetta hefur haft mikil áhrif til kælingar og bælingar þannig að eins og þú ert að lýsa það hefur ekki verið rúm til þess að eiga upplýstar eðlilegar umræður á forsendum staðreinda En sá tími liðinn, held ég Já, það er eins og ég segi, það er eitthvað mikið að gerjast og við þurfum að treysta því að það verði eitthvað skynsamt fólk sem að þori að taka þátt í umræðinni og leggja til einhverja leiðir til þess að þú veist, sko ég var einmitt í þættinu mínum í morgun bara að hugsa sko af hverju það er hvergi verið rætt á vettvangi þessara alþjóðastofnana eins og Evrópusambandsins eða Sameinuðu þjóðanna og svo framvegis að þar sem að við erum stöðugt að horfa upp á ný stríðsátök blossa upp, eitt tekur við að öðru hvað eftir annað alveg síðan að bara ég man eftir mér í raun og veru og sérstaklega frá 11. september 2001 þá er bara sífellt logandi átök einhvers staðar og því fylgir flóttamannastraumur og við erum að draga þjóðir og stríðs heri til ábyrgðar og tala stríðsklæpa dómstóla og sanngirnisbætur og svo framvegis að ég held að nú sé komin sá tími að það verði að vera ákveðið bara einhvern veginn að þegar að þjóðríki ákveður að fara í einhvers konar innrásarhernað eða hernað í einhverju landsvæði sem er þeim óviðkomandi í raun og veru að þá fylgir því bara okay, þú ætlar að eyða svona svo miklu í hernamál og þá verður að eyða svona svo miklu í flóttamannavanda
og þú voru bara að draga þær þjóðir sem eru með vopnin á lofti til ábyrgðar að þau geti þá komið upp einhverjum tjaldbúðum í nærliggjandi landi þar sem að fólk getur flúið til þess að við lendi ekki í sprengjuregninu og það er bara að gjöra svo vel að þú ætlar að standa fyrir stríðsátökum þá þarft þú að bera ábyrgð á flóttamannastraumnum. Það er bara fáránlegt hvernig þjóðir í Evrópu sem að koma hvergi nálægt átökum eru látin gjalda fyrir það að innstreymið af flóttafólki sem þar húsnæði uppihald, félagslegar bætur og alls konar aðstóð bara á kostnað skattgreiðanda þar er bara, þetta er dæmi sem að gengur ekki upp. Nei, algjörlega ég mitt hlustaði hana þátt og eins og með þegar ég rætti núna við Albert Jónsson nýlega það var samt eitt í þessu sem að er mikilvægt að taka til greina og það er geta til þess að framfylgja reglum. Það er alveg hægt að hafa reglur hitt og þetta, það voru rosalega mikið að mannréttindalögmálum lögum í Sovétríkjunum en ég bara eftir hendi sem það var þeim skilur en það þyrfti samt að setja einhvers konar reglur af þessu tagi. Það er ekki hægt að framfylgja. Nei, það er vandinn ef við tökum bara NATO-sáttmálann ef að ferskvatn yrði uppiskroppa í öllum heiminum að þetta skildi á Íslandi þá yrði við amerísk nýlenda. Það er bara þannig. Já, samkvæmt NATO-sáttmálanum. Nei, þeir myndu bara segja NATO-sáttmálan er ekki lengur í gildi og við erum núna saman, við erum ekki að vera káleikur en við þurfum svo allt ferskvatn sem að við getum í okkur látið. Það er bara þannig og það er svolítið, fólk oft miskilur rosalega mikið alþjóðakerfið út af því að það er einhvern veginn hægt að setja einhverja reglur og bara að þetta á að vera svona en það er ekki hægt út af því að það er, þegar öllur að botni kvolt eins og John Mearsheimer fjallar oft þá bara er það hinn sterk í ræðu Já, eins og ég sé að tala að svona regla ætti samt að vera til staðar bara einfallega þá fyrir ríkin til að brjóta hana þá er það bara mínus í þann klatta bara þú ert að heyja stríð og þú ert ekki að standa við þær ábyrgðir sem að þér ber skylda til en þetta er ekki, þegar reglan er ekki einu sinni til staðar að þá er auðvitað engin von til þess að nokkur beri ábyrgð á þessu. En það þarf einhvern veginn flóttamannaflæðið er orðið verulegt vandamál fyrir löngu síðan og það eru engar lausnir í sjónmáli sem að heitið geta og það er bara algjörlega óviðunandi það er bara og kjósendur í Evrópu og í Bandaríkjunum eftir atvikum eru hættir að sætta sig við þetta. Já, og eins og segja þess vegna er ég alltaf að tala um þessa mjúku lendingu út af því að ef við förum til dæmis eftir forskrift Arndísar Önnu og segjum bara, við getum bara tekið á móti helling og einu sem við þurfum að gera er bara að passa að fólk sé ekki rasetar þá munum við lenda í mjög miklum ógangum. Alveg klálega og erum byrjuð að sjá vísi af því fyrir löngu síðan. Já, sjáum til hvernig það fer. MeToo